Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Við erum að fara af stað í einhverja ferð sem að Drottinn hefur undirbúið og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að við vitum að við stjórnulinn svo dyggasti allara dyggra og hann vill að þú sért með sér í hóp því að hann vill að þú sért einn af hans dyggumönnum og hann veit hvað á þeim á leggja og fyrir hverju að treysta og tröstið til sín vill hann byggja upp með til að mynda ræðunni sem hann iðinn við að flytja hvort sem mér eða þér. Það nú einu sinni hans verkaring að búa svo hnúta að við drögustum að honum. Og ef okkur ber gæfu til að dragast að honum, þá byggir hann líka undir allt sem þarf til þess að margt í kringum okkur sé gott. Þetta svona verkslagi hjá lifandi Guði, uppreisnum drottna Jesú Kristi, með þessu vill hann í raun og veru kynna sig. Og þú ferð að upplifa þetta í þínu raunveruleika, í þínu veruleika að og þér líkar það vel. Og þú segir, í þetta vill ég halda, í þessu vill ég vaksa. Þetta ein leiðin. Það að gefa sér tíma til þess að heyra Guðs orð, heyra ræðuna, heyra settingarnar sem við trúum að séu komnar frá himnum sjálfum. Og þetta eitt af því sem við megum og eigum og ættum að vilja eigna okkur. Já, eigna okkur. Þannig að við sjáum að maður sem kastar til hendi hvað var það sína trú, verður aldrei þessi trúaði sterki einstaklingur. Þetta vinnar sem hann þarf að inna hendi. Hann þarf að gera þetta allt saman rétt og fræðslan í Jesú nafni, hún til þess að við gerum hlutina rétt og skiljum og föttum hvernig eigi að gera þessi trúarlegu verk. Og árangurinn, samkvæmt orði Guðs, skila sér 100% í þessum árangri sem við vorum að tala hér áðan. Og það bara einn af árangri sem við getum náð af, óteljandi öðrum möguleikum sem við megum vænta, en þurfum að hafa fyrir. Trúin ókeypis, það rétt. Og trúin bara kom líklega þó við engir af okkur hafi verið neitt að biðja hana, en hún kom. Og þar með komin í mannesku, einstakling, öll skilyrði til að verða mesti trúmaður allar tíma. En gjöfin sem við fengum, heilagur andi og trúin leið, hún bara staðurinn sem við hefjum gönguna af. Og hvað komin mörg ár hjá þér á göngunum með Drottni? Það komin hjá mér 33 ár líklega. Þannig að þið sjáið að ef þessi maður hefur verið að nota tíma sinn rétt, þá ætti hann nú að teljast svona nokkuð grundaður á sinni göngu. Það að segja, ef hann hefur verið að gera það sem Drottinn ætlaðist alltaf til af honum. En samt ætlaðist hann ekki til neitt meira af þessum einstaklingi og bara þér og öllum öðrum einstaklingum sem að eiga sömu gjöf sem heitir heilagur andi sem gaf okkur trúna. Þannig að það vinna að vera kristinn maður. Ég man alltaf eftir því hvað þetta svona ruglaði mig í rímunu, þegar menn stigu fram hver á eftir öðrum og sögðu að við þyrftum ekkert að gera neitt. Ég var aldrei að skilja þennan boðskap vegna þess að ég vissi bara allt það sem ég þurfti að gera. Og ef ég þarf að gera eitt og annað og þetta og hitt, og akkur þá ekki aðrir,
Og þetta nú niðurstaðan. Þetta ekkert af þessu sjálfgefið, við þurfum að teygja okkur eftir öllu sem snýr að trú. Og við veitum aðferðina, hún felst í því að ég nemi, að ég fræðist og ég stígi út í þessi fræði sem ég var að nema. Þá kemur ávöxtur. Þannig við sjáum að þetta allt saman vinna og þetta allt saman einhvað sem tekur tíma. Hvenær uppskeran kemur, við getum ekki vitað það. En við megum trúa því að hún komi og þess vegna vill Drottinn umfram allt annað byggja upp í okkur öfluga trú. Því að trúin, þegar hún komin á vissa staði í okkur, þá segir hún, þetta kemur. Ég sáði Jesú nafni og sáðkorni sem ég sáði, það mun ekki verða fyrir skakkaföllum ofan í jörðinni og ávöxturinn mun birtast. Það ávöxtur á öllu sem við gerum og allur ávöxtur mun birtast. En það sem við gerum í Jesú nafni 100% víst að það góður ávöxtur, eitthvað sem akkur fyrir okkur í að fá til okkar. En sumt sáðkott sem við erum að sá, það mun ekki gefa af sér þennan góða ávöxt. Að því sæði sem að sáð var annars konar heldur en að vera gott sæði. Og við tölum skiljanlegt mál hérna og við getum alveg og megum alveg hiklaust tengja þetta við trúargöngun okkar. Og þess vegna getum við aldrei skirrast við að nota ekki Biblíuna í þessum tilgangi að vita meira hvernig Drottinn vill að við gerum þetta. Og hann segir það sjálfur að hann sem sagt vinni eftir sínu orði. Og ef að þetta niðurstaðan, sjáum við að við getum ekki farið bara hvert sem og ætlast til þess að Drottinn vilji að þetta sé með þeim hætti. Við förum í Biblíuna og þar getum við verið vissir að þetta sé eins og Drottinn setti það fram. En það að sjálfsögðu búið að rugla í þessu líka, því að menn hafa nú verið svona að stinga því að okkur og í að því að Biblían sé að einhverju leyti röng. Meina, hverslags bull þetta? Hverslags háskalegi boðskapur nú þetta? Já, háskalegu boðskapur. Drottinn talar sjálfur sitt orð sem klett, sem haggist ekki. Hvernig getum við þá sett einhverja línur fram sem að draga upp efa hjá okkur? Eigum við ekki einu sinni að treysta orði Guðs? Við kennum það. En svo skjótum við inn setningum að það sé búið að breyta þessu svona og svona og bara til þess að vekja upp efa hjá trúuðu fólki. Þessu verður að linna. Þetta verður að hætta. Við höfum inn í þetta orð, örugg orð, að Drottinn vakir sjálfur yfir sínu orði. Ef að það þannig, hvað ég þá að segja það, segjum það, að það sé búið að þetta sé svona vafasum þýðing á þessari ritningagrein og annari. Hvernig má það vera að svo sé þegar Drottinn segir sjálfur að hann vaki yfir sínu orði? Þið sjáu að þýðingar og orði Guðs, þær geta ekkert verið neitt nema skotaldar. Það getur ekkert komist þar inn sem ekki frá Guði. Hann vakir sjálfur yfir þessu. Ég meina, hvernig ég orða þetta þannig að skiljanlegana sé örugleika orðs Guðs? Akkur erum við að skjóta þessu fram? Að því það getur verið að ástæðan sé að við séum svolítið að blása okkur út af þekkingunni. En það held ég sé ekki vilji Guðs. Við erum bara hrein og bein
frammi fyrir Guði, Drottinn, ég get þetta ekki sjálfur, þú verður að koma inn og hjálpa mig við þetta. Þannig er gott að biðja fyrir til að mynda ræðu sinni. Og leyfa Drottni að rifja upp það sem hann hefur sagt sig sjálfan. Og sjálfum finnst mér þetta alveg stórkostleg kennsla orðin hans að hann vaki yfir sínu orði. Mér finnst það stórkostleg kennsla. Hún hefur gefið mér meiri ró, minn kæri vinur, en þig líklega grunar. En svona er þetta. Hann vakir yfir sínu orði og hefur það eins og hann sjálfur setti það fram til að byrja með, því hann segir sjálfur vinna eftir þessu. Svo kem litli ég og ég er að þýða Biblíuna og ég er ekki alveg sátt við þetta og hitt og ég læt mig hafa að breyta þessu. Hvers slags vinnubrögð væru það? Þetta gerum við ekki. Ef að þú ert að þýða frægan þekktan höfund úr segjum enskri tungu, þá leggur þig fram að þýða stílinn eins og hann kemur fram frá höfundi. Allir sem að þýða og eiga til einhverja glóru í þessum, gera þetta svona. Þeir ljá ekki máls á neinu öðru að skálda einhverju inni vegna þess að þeim finnst línan fallegri þannig. Ekki svo að skilja að það get ekki verið rétt að hún sé fallegri svona, en þetta er bara höfundur, hann setti þetta fram eins og hann vildi að þetta væri og ég hef bara ekkert leyfi til þess að hrófla neitt í því. Sama gildir orð Guðs og auðvitað miklu frekar. Þess vegna þurfum við að eiga til þessa virðingu fyrir orði Guðs, þurfum að eiga til þessa þekkingu á orði Guðs til að mynda það að hann vakir sjálfur yfir sínu orði. Ég meina, hvað er svona óskýrt þarna? Og akkur eru við þá í og með og inn á milli að benda á einhverja þýðingar sem eru ekki að okkar dómi góðar. Ég gleymi alltaf að segja það að þetta bara mín skoðun á þessu máli. Hún getur verið röng alveg eins og hinn skoðunin var röng sem við kannski að lesa í Biblíunni. Ef hún er röng, sem ég reyndar blæs á að sé, af því að Drottinn vakir yfir sínu orði. Nei, vinir, þetta er hlutur sem ég hef aldrei haft neinar áhyggjur af. Að þessu leyti treysti ég Drottni sjálfum 100% fyrir því að hann vinni þá vinnu sem þarf til þess að ég, segðu þetta með mér, ég sé með þetta eins og hann setti þetta fram. Og þessu mun ég trúa svo lengi sem ég lifi og ég lofa þér því. Þannig að það er sömu sem við megum bara sleppa úr orðaforða okkar. En hver hafi þetta eins og hann vill? Það röndu gleraugun í gólfið. Þessi fallugu hér. Gull spangar gleraugun mín. En segjum gull húðuðu, þetta er nú bara plast held ég. En það er orð Guðs. Og ég get sagt ykkur það, á þessum 33 árum, þá er ég jafn upptekin af þessu orði Guðs, og ég hef alltaf verið, og annað, að maður hefur bara lært og numið og skilið brot af þessum texta sem að Biblían samanstendur af. Brot. Af hverju? Orð Guðs er svo stórt. Og svo skilur eina setningu og skilur hana rétt. Svo árum seinna færðu aðra opinberun á þessa setningu sem ekki ýtir fyrir skilningi út, heldur dýpkar þann skilning sem komin er
og þú færð meiri og svona einhvern veginn þéttari sýn á það sem að þú áður hafði numið og skilið. Þetta er orð Guð. Þetta er það sem gerir að verkum að þú segir, víst lifir Jesús. Því þetta er allt saman frá honum komið. Og þessu hef ég alla tíð trúað. Og út á þessa trú hef ég gengið alla mína trúaræði. Sem eins og vorum að segja er komið að yfir 30 ár. Það er svo sem ekki til þess að hæla sér neitt á, en það geri ég það ekki. En bara árin líða. Og ég verð árinu eldri í ár en ég var á síðast ári. Svona hefur þetta bara verið. Svo lítið tilbaka og ég segi það er komið 33 ár. Kraftaverk. Ég veit ekkert um það. Drottinn setti í mig heilagan anda og gaf mér trú og þetta er vegurinn, segir hann. Ég er ennþá á þessu vegi. Að því ég er ennþá uppistandandi manneskja sem dregað með súrefni sem ég hef alltaf gert. Og ég nota þennan dag til þess að lofa Drottinn á að því mér er boðið að gera það. Þetta er nú ekkert flóknara heldur en það. Þetta er nú í raun og veru ekkert meira afrek en þetta. Að ég vakni inn í þennan dag, staðráin í að gefa Drottni daginn, starfa með honum í deginum og leyfa honum að fylla mig af þeirri visku og vissu sem hann vill gefa mér. Þú getur líka átt svona trú. Þetta er ekkert einkatrú mín, sem aðrir hafi ekki. Það sem ég á, fullyrði ég að þú getur líka eignast. En þú verður að sækja í að eignast það. Þú þarft að vinna þá vinnu sem þarf til þess að eiga þetta. Og þetta er eitt af því sem að orðið hvetur, ræðan fjallar að við séum þessi vilju verkværi lifandi Guðs. Í einu og öllu og alltaf. Þetta er það sem hann vill að við gerum. Og þessi dagur er kjörinn til þess að bæta á einhvað sem að hefur kannski ekki alveg fengið þann stað hjá okkur sem að ætti að vera, en núna er tækifæri til að lagfæra það og setja þetta þangað. Því þetta á allt sinn stað. En við getum alveg fært einhvað til að því okkur finnst það ekkert sérstaklega mikilvægt. En þá kemur trúin ofan í þá hugsun og segir, hei, það er allt mikilvægt sem snýr að trú. Og hann segir, Konráð, þú skalt ekki vingsa úr sjálfur það sem er trú og það sem er ekki trú hjá þér. Leyfðu bara Drottni að taka það burtu ef það er ekki af honum gefið. Og hann mun gera það. Því að sambandið við Guð er orðið það sterkt að þetta gerir sjálfkrafa. Og sambandið við hann, segjum frá mér, verður hreint áfram. Að þið verum að nota þennan dag til þess að rækta þetta samfélag. Dagurinn í gær er liðinn, hann var góður og þessi dagur er núna. Hvernig hann endar, vitum við ekki fyrir að kveldi dags, en að því við stígum í Jesú nafni inn í hann og erum í Jesú nafni í honum, væntum við góðra niðurstöðu. Þetta eru fyrirheitir sem hann er að gefa okkur. Góð niðurstaða að kveldi hvers dags. Góð niðurstaða. Við sjáum hvert við eigum að blína. Hvert er örsýnin á að vera. Hún á að vera á þetta nafn Jesús. Og við ekkert að kvika neitt frá því. Er það hægt? Það er allt hægt, sé viljinn til staðar. Og allir sem vilja gera gott verk, þeir fara með sjálfan sig þessa leið. Þeir vinna í nafninu Jesú. Það er þetta að vinna í hvaða nafni sem er.
En við sem trúum og þekkjum viljum vinna í nafninu Jesús. Og nafni Jesús viljum við styrkjast. Í nafninu Jesús viljum við styrkjast og treysta samböndin við þetta nafn. Og við erum allt í það. Við erum með trú, við erum fyllt heilugum anda, við erum orð Guðs. Hvað vantar? Það vantar ekki neitt nema vilja minn til að gera þessi verk. Já, verk. Allt þetta verk. Og það sem verk líka vinna. Til jafns við hvaða vinnu aðra sem þú vinnir að hendi. Hún reyndar merkilegasta vinnan sem þú getur unnið og fengist við. Það að fást við orð Guðs sem byggir upp trúðina. Því þetta saman treystir samfélagið þitt við Guð og hvað þarftu meira? Hvað viltu meira en þetta? Svo sem að Guð, hann á allt. Öregar, segir Páll, en eigum allt. Þetta ákveðin hugsun þarna. Þannig að þessi skortshugsun, ef þú segjum öregi átt ekki neitt, sumir menn eiga ekki neitt, en geta þú sagt þessi þetta, ég á allt, þá horfir hann til Guðs. Hugsið ykkur gæðin sem þessi maður býr við sem hefur þetta. Hvað segi ég? Á ég allt? Já, ég á allt. En hver eignarstaðan? Já, hún nú eiginlega bara hálfgerður öregi. Ég var nú bara að viðurkenna það. Það ekki, ég státt ekki þar einum eigum. Og Guð forði mér frá því að vera neitt af því. Því eigur, hvað eru þær annað en dauður hlutur? Nei, styrkur minn felst í að ég á allt í Guði. Og þetta kennslan sem við erum að bera fram, eigðu allt líka í Guði. Þá ertu öregi, ok. Og þú segir ég á allt. Sjáu ekki hugsunina. Sjáu ekki hvert þetta vill leiða okkur. Til alls naktana, til alls sem og það í Guði. Þetta hugsun sem Drottinn vill gefa þér. Hann vill færa þér þetta á silfurfati og þú segir, öregi, skiptir mig engu máli. Já, hvort allt. Og þetta allt sem þú ert að nefna mun gefa þér leyfi til að fara inn í ríki Guðs. Það getur ekki verið neitt annað en að eiga allt. Það ekki rétt. Við erum hér fá ár. Við erum að streiðast við að gera þetta og hitt. Eiga þetta og hitt. Svo allt í hoggið á. Bang. Hvernig sem þú reynir að berjast á móti því? Og þú ferð þangað sem þú hefur sjálfur útbúið þér stað á. En þú sagðir, ég á allt. Ég öregi og ég á allt. Út að tala ríki Guðs og himnum. Svo þessi skil koma, þá veistu hvert þú ert að fara. Þá skilurðu, hei, ég á allt. Og gengur inn í dýrð Drottins. Og þar möntu verja eilíðinni. Við búum hér aðeins skamman tíma. Hvort að hver dagur sé mæðudagur eða dagur gleði og fagnaðar, þú ræður þessu mikið til sjálfur. Og hvernig ræði ég því sjálfur? Þú lærir að horfa á kringumstæðurnar og meta þær eins og þær koma þér fyrir sjónir. Eru þær erfiðar? Getur vel verið. En erfiðar aðstæður eiga ekki að geta þrýst hér niður í svaðið. Ef það niðurstaðan hjá þér,
þá ertu manneskjan sem ert ekki búin að átta þig á þessu öllu sem þú átt. Manneskja sem áttar sig á og hún á allt, hún getur hort í þetta. Og hvað gerir? Það hressir hana. Það lífgar hana. Það strýkur henni svolítið vangan. Og þetta er svona. Þetta er svo, fer svo við, og hver veit þetta ekki hvað þetta fer rosalega mikið eftir því hvernig við tökum á hlutana þegar þeir koma, hvernig niðurstaðan verður. Sá á allt sem á Jesús. Sjáum við ekki hvernig þetta allt vill mæta okkur í öllum okkar aðstæðum til að lyfta okkur upp. Og hvað segir þetta meira? Ég þarf á Jesú að halda hér og nú. Á þessu andartaki þarf ég á Jesú að halda. Er þá ekki hægt að víkja sér neitt frá því? Nei. Því miður verði ég að hryggja þig með því, ef það er hreigð, að þú getur það ekki. Þess vegna skal ekki vera að reyna einhver undan brögð. Allsnægtirnar eru þínar. Og Drottinn segir, lærðu að nota þær. Lærðu að skilja hvað átt er við með allsnægtum Drottins. Ég get ekki sendt þér eitthvað pakka heim sem að útskýrir það fyrir þér. En þú, ef ég hef náð einhverjum tökum á þessu, getur líka náð sömu tökum. Þú lærir meira það. Þú beður aðeins meira. Kannski ef það er leið að fasta, þá fastaru aðeins meira. Og gerir allir þessi verk sem að Biblían er að boða, einmitt sem hjálpar okkur við að skilja þessa merkilegu og mikilvægu þætti trúarinnar. Allsnægtir, öregi en á allt. Finnst okkur þetta ekki frábær hugsun? Ég er mjög skotin í þessari hugsun og hef alltaf verið alveg frá því ég heyrði hana fyrst. Mér finnst hún alveg stór merkileg. Og ég segi, hún er svo sönn líka. Þegar þetta er það sem er, ég á allt. En eignarstaðan mín er ekki merkileg og þér fyndist hún heldur sennilega ekkert merkileg ef þú vissir hver hún væri. En þó hún væri merkileg, þá væri það 1000 sinnum merkilegra að eiga allt, þar að segja í Jesú. Það vil ég frekar heldur en nýtt. Og þess vegna erum við að tjá okkur með þeim hætti sem við gerum. Við erum að benda á hið ósýnilega sem er Jesús, orð Guðs, og það sá allur pakki sem með trúnni opinberar þér það sem að trúin vill opinbera þér hverju sinni. Trúin er þannig gerð að hún gefur þér í bitum. Hún stingur að þér litlum bita núna, svo öðrum einhvern tíma seinna. Og saman þá byggir þetta upp í þér einhvað sem gerir skilningnum kleift að koma. Og þú segir allt í einu, hei, ég á allt. En þú veist að lítur á eignastuðuna þína. Hún er ekki kannski neitt merkileg. En samt segiru, ég á allt. Og stendur á því. Og munt geta staðið á því. Þetta hjálpaði þér við þegar brotsjófurinn kemur að standast hann. Hann skellur á þér, en þú stóðst hann. Og þú reist upp úr öldinni og horfðir til Drottins og sagðir, ég á allt. Þráttir allt hitt sem kom. Sjáu ekki gríðarlegan aðstöðu mun á afstöðu einstaklings. Ég geti verið hinn sem að bara, já, gréti og gnýsti tönnum yfir því sem að gerðist. En ég gerði það ekki. Þetta Drottinn hefur fengið að byggja þennan einstaklingu upp. Og hann segir, ég á allt.
og stendur við. Og Drottinn staðfestir það. Þannig er það líka og þannig kennir orðið. Það er allt í Guði. Við getum ekkert gefið Guði neitt. Eina sem að hann fer fram á sem gjöf frá mér er hjarta mitt. Ég get gefið honum það og ég get afhent honum það og það hef ég gert. Og það er ávöxtur sem er stór ávöxtur sem hefur komið. Alls konar skilningur á orði Guðs kom. Og ég veit að meiri skilningur á eftir að koma. Að því við erum að vinna þetta saman, við erum að gera þetta rétt, við erum í augnsambandi við Drottinn. Er þetta hægt? Það er allt hægt. Þess vegna bendum við á Biblíuna. Orð Guðs, Nýja testamentið, Gamla testamentið. Já, þar er vegurinn. Hann er ekki bara einhver vegur. Hann er vegur Drottins. Alveg eins og þegar þú ferð til Reykjavíkur, þá ferð ekki Keflavíkurveginn. Eða austur fyrir land og þá ferð ekki í vestur og norður. Þú ferð þessa vegi sem þú átt að fara og þá kemstu á þann stað sem þú ætlaðir að fara á. Sama gildir með orð Guðs. Þú eyðir upp úr orði Guðs og etur orð Guðs og leyfir því að setja stað í hjartanum og þar byggist upp orðaforði og þú segir ég á allt og stendur við það og Drottinn staðfestir þetta í þér. Þetta er að byggja þetta einstaklingssamfélag upp í Jesú nafni og ég segi þú munt þurfa á því að halda. Því að trúargangan er með þeim hætti. Það koma skjóta ýmsir ángar upp hausnum sem þér finnst merkilegir. Sem þér finnst þetta, sem þér finnst hitt. Þá er gott að vera komið það langt með sjálfan sig að segja, hei, ég á allt, það er að segja í Guði. Hvað er ég að pæla í þessu? Og þú bara sparkar því koll og heldur áfram. Þannig á trúargangan að vera. Og þannig er trúargangan, en við, ég og þú, þurfum að byggja hana rétt. Og þess vegna höfum við orðið, því að þar er hún rétt byggð. Og trúin mun fá að starfa í gegnum þetta og það getur ekki klikkað. Og niðurstaðan er, já, allt í Guði. Það eru góð biti. Það eru mjög góð biti. Mjög góð biti. Það er svo þröngt hérna í kringum mig, mér vantar staði fyrir ýmislegt. Glerugun og svoleiðis. En það er aukaatriði. Það er orð Guðs, minn kæri. Og hver trúaður elskar ekki orð Guðs? Láttu engan segja þér það að orð Guðs sé haldlust. Sé ekki eitthvað til að fara eftir, vinna með og hlúa að. Ég segi, eftir því sem þú leggur þið meira fram þarna, þeim mun meiri verður árangurinn. Og ég held, það er eitthvað sem segir okkur að í okkur er einhvað sem vill þetta, meiri árangur. En hvað við erum að tósa upp fer eftir því á hvaða stað við erum sjálf. Ég segi, ég vil meira tósa upp meira af orði Guðs fyrir mig sjálfan. Ég get ekki talað fyrir þig,
Ég get tala fyrir sjálfa mig og hvað ég vil. Þetta er það sem ég vil. Þetta er það sem ég hef unnið að alveg frá því ég tók mín fyrstu skref í Jesú nafni. Ég er enn við þetta. Og ég segi enn og aftur, ég er ekki að fara neitt. Ég elska Jesús. Ég vil vera þar sem hann er. Ef þú vilt fylgja mér þangað, þá gjörðu svo vel, en ef þú vilt það ekki, þá ætla ég samt að fara þangað. Og það hef ég gert. Og hér er ég enn, í eldi trúarinnar að tala út Guðs orð. Í raun og veru er mér alveg sama hver fylgir mér. Það þarf reyndar enginn að fylgja mér. En ef ég þarf að fara þetta einn, þá bara veri ég þetta einn. En ég veit á hvaða leið ég er. Að því ég þekki hann sem hefur allt, er allt. Hann heitir Jesús. Og þetta er það sem ég vil halda í. Þetta er það sem ég hef haldið í. Og þetta er það sem ég er að hvetja þig til að halda í. Ekki leggja allt þitt á mann. Ekki vera enn ein sorgarsagan í kringu það mál. Hver margir hafi ekki hrunið með honum og henni sem hrundi. Allt og margir. Ekki þú vera þar. Og þú byggir þig upp rétt og verður ekki þar þegar þú setur allt þitt traust á þetta nafn Jesús í sannleika. Þá horfist þig í augu á hverjum tíma. Og það eitt orðið skiptir máli að sjá þetta auglit. Hverjir eru með þér þá og þá verður auka atriði. En það eru alltaf einhverjir með þér. Sumir eru búin að vera með þér í áratugi, en sumir styttra. En það eru auka atriði fyrir þér. Því að þú hefur alltaf haft þá trú að horfast í augu við lifandi Guð. Og þú viðurkennir það að það hefur til þessa verið þinn styrkur. Þú byggst rétt upp. Þú leyft orðið Guðs að byggja þig rétt upp. Þú tókst á ákvörðun að bera ábyrgð á þessu sjálfur og þetta er niðurstaðan. Þetta auglið drottins blasir ennþá við þér. Eftir áratugi. Afrek. Er það afrek að vinna frá degi til dags með réttum hætti? Já, ég veit það ekki. Ekkert endilega afrek. En þú hefur gert það sem var rétt. Kannski má tala það sem afrek. Ég veit það ekki. En svona er þetta. Rétt hér og nú skila sinnum ávexti. Og honum miklum. Röng ákvörðun nú, hvar endar hún? Ég veit það ekki. En telur margar sorgarsögur af ákvörðunum sem enduðu með hryllingi. Ég veit gat farið með sjálfansi þanga, því þó ekki ég líka. Þetta snýst kæru vinir, að velja. Ég veit ekki með hvort mönnum finnist þetta nú svolítið langsótt. Því þú getur auðvitað dregið upp alls konar atriði í kringu þig sem að mættu þig, sem hrættu þig, sem skeldu þig, sem gerðu þetta og gerðu hitt. Ég segi, í Jesú nafni, þú ákvað samt að stíga þessi skref til hægri eða vinstri að ganga beint áfram. Það er ekki rétt. Það er rétt líka að koma upp alls konar aðstæður og sem er ekkert skemmtilegar. En þú samt valdir skrefin sem þú fórst, en því miður einhver tóku röng skref í ranga átt, en hann valdi það. Ætlaði ekki neitt nema gott, en það kom út úr því það sem er á þessari leið.
óvænt einhvað. En vegurinn til lífsins er beinn og hann er framundað þér. Þetta er það sem orðið vill kenna okkur og árétta við okkur. Og ræðan og rit manna í Jesú nafni eru mikið þarna. Því að þetta er stóri sannleikur málsins. Ég og Jesús í samfélagi. Öllum stundum. Það er frelsi sem hann er að tala um. Og ég segi, ég er öryggi en ég á allt. Öryggi en á allt. Og ég skil hvað átt er við. Og þetta er miklu meira en bara 2 orð. Eða nokkur orð. Þetta er svo miklu, miklu meira. Þetta er trúin í verki. Og þetta er það sem að menn og konur ræða og tala um í sínum, ræðum. Og tek á klukkunni. Og það er komið tími, lagsmaður gróa, eins og ykkur sagði. Og við erum bara hlýðið fólk og stoppum hér og kveðjum, en með því lofarði að halda þessu góða verki Drottins áfram.